Nú ætlum við aðeins að kíkja á einfalt bókhald. Bókhald gengur út á það að gera einhvers konar áætlun eða eftir á að skrá hjá sér hvernig greiðslur voru bæði inn og út. Þannig að þá erum við í raun og veru að búa til tvo dálka. Við erum með gjöld og tekjur. Þetta er kallað í raun debit og kredit. Debit eru þá tekjurnar og kredit eru þá gjöldin. Og hérna sjáum við bókhaldið hans Gassa. Hann er með 50.000 krónur í nettolaun, útborguð laun. Hann keypti sér lottómiða sem kostaði 800 krónur og hann fékk 5.000 króna vinning á það, þannig að það kemur inn sem tekjur. Hann fór einu sinni í bíó, það kostaði 2.400. Hann keypti sér eina bók á 5.000 skall. Hann keypti sér nammi í mánuðinum fyrir 2.500. Hann keypti sér einu sinni hambúrgaratilboð á 1.900 kall. Farsímakostnaðurinn hjá honum var upp á 1.500 krónur fyrir þennan mánuðinn. Og hann keypti sér íþróttagalla á 25.000. Nú þurfum við að leggja saman hver voru gjöldin og hver voru tekjurnar. Við erum nú fljóta að sjá að tekjurnar voru 55.000, svo notum við bara vasareikni og leggjum hina töluna saman. Og við fáum út 39.100. Þetta þýðir að tekjurnar voru meiri. Þannig að hann er í plús og við þurfum að tiltaka að þetta sé í plús. Því að stundum getur þetta verið í mínus. Hann er í plús 15.900 eftir þennan mánuð sem hann getur þá lagt fyrir og gemt þangað til síðar. Þannig að þetta er það sem bókhaldið snýst í raunum, það er að segja að raða gjöldunum saman fyrir það tímabil sem að undir er og tekjunum og sjá hvort er meira. Flóknara var það nú ekki.